Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Byrjum. Almáttugur eilífur Guð, þú sem ert kærleikur. Öllum stundum lífsins vakir þú yfir og þú leiðir okkur hvert spor, hverjar sem aðstæður okkar eru. Og þegar lífsandan hverfum við aftur til þín. Við biðjum þig að blessa þessa stund sem helguð minningu Finnboga Stefánssonar. Þessa stund sem við söfnum saman í þakklæti fyrir líf hans, fyrir allar þær stundir sem ástvinir fenguð að eiga með Boga ævina. Og við þökkum að þú hefur tekið við honum í líffaði. Við felum í þínar hendur allt sem að okkur hvílir og biðjum að orð þitt, bæði sagt og sungið, veiti gróanda þeim saknað þess sem þér falinn. Í þínu blessaða nafni. Amen. Stendur, sjá, hann mótar fjöllin, hann skapar vindinn, hann boðar manninum það sem hann hefur í hyggju, hann breytir myrkri í morgunroða og gengur yfir hæðir jarðarinnar. Drottinn nafn hans. Amen. Nú
Þessi orð að finna í 1. Mósebók. Þá tók Drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Amen. Kæru vinir, öll sem gott eigið með, vinsamlegast rísið á fætur, heyri heilagt guðspjall sem hljómar svo í Drottins nafni. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vegsama þig, Faðir, Drottinn himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingjum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur Faðir minn falið mér. Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eruð hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Amen. Ég svo vel að hafa þetta sagt.
Það er misjafnt hversu eftirtektarsöm manneskjan og hvað vekur áhuga hennar. Margur fer lönd og heim og sér fyrst og síðast borgir og byggingar, aðrir njóta mannlífs og menningar, og svo eru þau sem vilja anda að sér ómenguðu umhverfi eins og skaparinn skóp það. Vatnið andar enn við bakkann, ofur hægt með froðu á vitum, blikar það sem bráðið silfur, brotnum geislum endurkastar. Mýið út í lognið líður, lyftir sér í þéttu skýi, svífur á silfur vængjum, sogast upp í háa stróka. Þessi orð eru fengin að láni frá Heiðreki Guðmundssyni. Það er haust. Unglingspiltur á ferð fyrir sólarupprás til að beita fé sem hýst næturlangt í hellum svo að það fargi sér ekki í tjörnum eða sprungum. Yfir daginn gætir hann fjárins, hittir karla við veiðar í sandvatni, grandskoðar lífríkið, grípur skotvopnið ef færi gefst, haglabyssuna keypti hann eftir að grafa skurði heilt sumar í Reykjadal og að kvöldi dags kindunum komið í skjól að nýju. Og veistu, segir hann og það kemur glampi í augu Boga hann mælir. Þetta er besta starf sem ég hef nokkurn tímann haft. Í dag til foldar borinn náttúrubarnið Finnbogi Stefánsson, sem öðrum fremur skynjaði og skildi lífríki æskustöðva sinna og til þeirra sló hjarta hans alla tíð. Finnbogi brann fyrir helgi náttúrunnar, vildi veg hennar mestan og bestan. Í hans huga átti hún ævinlega að njóta vafans og hann var sífellt á varðbergi gagnvart inngripi manneskjunnar. Finnbogi var fæddur á Geirastöðum þann 20. nóvember 1929 og þar upp alinn. Við útfall Laxár úr Mývatni þar sem vatnalíf hvað frjóast á landi hér. Foreldrar hans voru hjónin Kristbjörg Jónsdóttir og Stefán Sigurðsson. Hann var næst yngstur 6 systkina sem voru í aldursröð. Helga, fædd 1922, Jón, fæddur ári síðar, Guðrún, fædd 1926, Sigurður, fæddur 1927 og yngst var Björg, fædd 1932. En þau voru öll látin fyrir aldamót. Aðspurður sagði Bogi eins og sveitungar hans þekkti hann, það hafa verið stórkostlegt að alast upp í Mývatnssveit. Hann ólst upp í Torfbæ sem var með þeim undrum að vera raflýstur frá heimarafstöð. Það var honum sérstök minning að það var ljós í hverjum kima. Þótti það svo sérstakt að tekinn var í bænum hluti kvikmyndar forna búskaparhættu og verklag fyrir heimsýninguna í New York. Kvikmyndin er týnd, en til eru ljósmyndir sem Vigfús Sigurgeirsson tók á sama tíma á Geirastöðum. Þetta var árið 1938, en ári síðar var byggt steinhús á bænum sem enn stendur. Á þessum tíma þurfti að hlaða bæði útvarps- og símarafhlöður og í Geirastæði komu margir þeirra erinda og aðeins var hægt að hlaða á 2 bæjum, hinn var Helluvað. Á Grænavatni, Geirastöðum, Helluvaði og Ytri-Neslöndum var Finnbogi í farskóla. Kennari var Þuríður Sigurðardóttir, en honum gekk bóknámið ekki vel, lesblinda háði honum. Að loknum farskóla var Bogi einn vetur í skóla í Lundi í Öxarfirði, í Arnþóri frænda sínum frá Garði og má kannski segja að það hafi verið eins og 1 ár í gagnfræðaskóla. Fermingu gerðist hann ungmennafélagsmaður, stundaði íþróttir og sýndi verulega hæfileika til langhlaupa, en það var nú svo sem vitað. Hann hljóp ungur í Brettingsstaði með skilaboð því enginn var síminn þar og þetta hljóp hann létt. Hann var drengjameistari á landsvísu í 1500 og 3000 metrar hlaupum og átti Íslandsmet í því fyrrnefnda árabil. Tvítugt keppti hann landsmót í Hveragerði og vann víðamannshlaupið. Í framhaldi hóf hann æfingar með landsliðinu í langhlaupum með Klásenbræðrum meðal annars. Þess má geta að Bogi á ennþá 5. besta árangur HS Þ í 5000 metrar hlaupi karla. Þá var hann einnig afburðamaður á skíðum og æfði með ólympíuförum, þó ekki kæmi til að hann færi utan. Og Finnbogi minnist þjálfarans með hlýju, en sá var Axel Wikström og hreifst mjög af hæfileikum Boga. Gamli maðurinn er kíminn þegar hann minnist þess að þó hann hafi nú ekki farið utan, þá atti hann kappi við ólympíufarana hér heima og leggur þá alla.
1953 vann hann allar skíðagreinarnar. Við æfingar og keppni á skíðum þurfti oft að sækja til Akureyrar, var jafnvel gengið þangað og heim aftur á skíðunum. Hjá Hólmfríði frænku Finnboga gistu keppendur gjarnan, en þar leigði stúlka frá Þórshöfn á Langanesi, Guðbjörg Sigurðardóttir. Samdráttur þeirra Boga átti sér allnokkurn aðdragandann og þar kom að þau taka saman og flytja í Geirastaði og reisa sér nýbýlið Nónbjarg 1956. Þá kom sér vel að Finnbogi hafði komið verulega byggingu Skjólbrekku ásamt sveitungum sínum, en Skjólbrekka var vígð árið áður og við þann starfa hlutu menn góðan skóla í byggingaframkvæmdum. Þau eignast sitt fyrsta barn, Hjördísi, árið 1955 og Bragi fæddur 1957. Yngstur þeirra barna Stefán, fæddur 1961. Afabörnin eru 4 talsins, langafabörnin 2 og 1 á leiðinni. Guðbjörg lést árið 2015. Börnin rifja upp að mamma hafi aðallega starfað innanhús en líka veitti ánni og sinnt heyskap og gegningum. En pabbi hafi verið gersamlega út allar trissur. Stýra rennsli, mæla vatn, veiða silung, líka mink, liggja tófugrenjum og sinna búskapnum. Hann var hamhleypa og öll þessi vinna laut að náttúrunni, tilsjón og nytjum og sá krókur beygðist snemma. Í viðtali við Margréti Hildi Egilsdóttur þegar hann var 91 árs sagði hann meðal annars: Ég var 9 ára gamall þegar Geir Gígja kemur inn í mína sögu. Hann var hreinlega náttúrufræðingur Íslands. Hann fékk lánaðan hest hjá pabba til að fara með ánni til að gera sínar rannsóknir á bitmýinu. Það var pæluvargur og ég var hestasveinn með honum nokkra daga og fylgist þá nákvæmlega með hvað hann gerir. Þegar hann kveður, horfir hann á mig og segir stillilega: Ef þú vilt fylgjast með lífríkinu hérna, þá skoðarðu botninn, því þaðan kemur þetta allt. Æ síðan útbjó Bogi sér mýgildrur framundir nýrætt. 15 ára var hann farinn á greni, sem þætti nú kannski ekki góð enska í dag. Hann var frábær veiðimaður, gitti einu á hvað, lipur með stöng, smíðaði kafara til að þræða netin undir ís og einu sinni skaut hann svo margar rjúpur hann gat ekki borið alla veiðina og þurfti aðra ferð í myrkri til að sækja. Og segja má að byssan hafi verið hans ævifélagi. Staðalbúnaður í gipsanum var byssan á milli framsæta og á gólfinu aftur í var gjarnan dínamít í strigapoka. Hann unni náttúrunni, vildi verndana og nytja. Rúm 10 ár starfaði Bogi hjá Orkustofnun, að hálfu fyrir Sigurjón Rist og að hálfu fyrir Laxárvirkjun. Á vetrum gat loftviði talstöðin í herbergjum drengjanna, neyðarkall frá Laxárvirkjun, það vantaði meira vatn og þá mátti Bogi gjöra svo vel og æða af stað, oft í stórhríð og hörku frosti og höggva klaka til að lyfta lokum, því ekki gekk nú að Akureyringar eru rafmagnslausir. Þá fór Bogi víða til að vitja vatnsmæla og hitti við þá iðju, gamla vini, til dæmis Baldur á Ófeigsstöðum og Steingrím í Nesi og eignaðist líka nýja vini. Hann naut sín. Árið 1969 flutti fjölskyldan til Akureyrar og var búsett þar síðan. Fyrsta árið þar vann Finnbogi við að tilrauna keyra gufuvirkjunina í Bjarnarflagi og svo vinna gekk mjög nærri honum, svo ekki sé meira sagt. Sumarið 1970 hóf hann störf hjá Skinnaverksmiðjunni í Iðunni og vann þar sem verkstjóri og viðgerðarmaður í 14 góð ár. Var vel liðinn og þótti góður verkstjóri og útsjónarsamur. Hann var glettinn og giska hrekkjóttur og gat lagt mikið á sig til þess að koma blóðþrýstingi annar af stað. Einhvern tímann í súturinni þá fylgdi hali nautshúð og ég hafði mikið fyrir að styrkja halann, smíða á hann festingu sem svo endaði aftan á lötu eins vinnufélagans sem óafvitandi ók þannig bæinn. Það fauk hraustri í eyjan þegar hann áttaði sig og það gladdi okkar mann sem hló gríðar. En öllu lífi fylgir einhver harmur og harmur þeirra Guðbjargar var veikindi. Andleg veikindi Guðbjargar gerðu vart við sig nokkur áður en flutt var inn eftir og voru ástæða flutninguna og það varð erfið barátta. En veturinn 1983-4 þá veiktist Finnbogi alvarlega. Önnur höndin festist,
Hann fór í skurðaðgerð, sú fór illilega úrskeiðis og niðurstaðan sú að báðir handleggir lömuðust og hann var sárþjáður. Og óvíst hvort hann hefði nokkurn tíma náð sér nema fyrir tvennt. Fyrir það fyrsta var hann fyrna vel á sig kominn líkamlega og í annan stað þá kom sér nú vel hvernig hann var skapi farinn. En segja má að Finnbogi hafi dregið dám af því umhverfi sem hann ólst upp í. Hann gat verið í lygnum stund, en undir niðri kraumaði mikil orka sem stundum braust út. Eða eins og börnin segja, ævin fór í að reyna að hemja það sem undir bjó. Þrjóskan og staðfestan kom honum jafnt og þétt til furðugóðrar heilsu á ný. Þennan stálvilja og kergju, sagði Jón í Berg, Bogi gamli er ágætur nágranni og gott að leita til hans. En ef Bogi gamli sagði nei, var best að gleyma því og gleyma því strax. Eftir því sem Finnbogi náði sér fór hann eins mikið heim í Geirastaði og hann frekast mátti. Dvaldi þar öll sumur og helst vetur líka. Hann veiddi, nýtti ógrynnin öll af flugum, hann tók á móti grunnskólanemum að austan og sýndi þeim undur Laxár og Mývatns og ég gekk með nokkrum hópum á dag suður að Miðkvísl. Og ef þetta var að vori, þá var nemendum boðið að smakka mýlirfur og börn hans aðstoðuðu hann við móttökuna síðustu árin. Barnabörn voru hæmd að afa sínum og hann fræddi þau fjölmargt úr fortíð og nútíð. Kristín Helga segir að hann hafi verið stútfullur af fróðleik, líka sagt skemmtisögur og húmórinn yfirleitt ekki verið langt undan. Hann hafi verið nægjusamur og hún hafi aldrei heyrt hann kvarta. Og fram á síðustu stundu hafi hann verið að velta fyrir sér hvað hann gæti gert fyrir afkomendurna. Og ég naut þess að vera í faðmi fjölskyldu og vina heima í Mývatnssveit. Hann smíðaði sér nýjan bát til að geta róið út á sitt ástkæra Sandvatn og þar skulum við skilja við hann og kveðja, nú þegar hann hefur síður lagt árar í bát. Hannes Pétursson orti: Þögglar eru heiðar þínar, byggð mín í norðrinu. Huldur býr í fossgljúfri, saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropana. Sæl verður gleymskan undir grasi þínu, byggð mín í norðrinu. Því sælt að gleyma fangi þess, maður elskar. Ástvinir þakka langa og góða samfylgd og biðja honum fararblessunar í draumalandið. Guð blessi allar góðar minningar og Guð blessi minningu Finnboga Stefánssonar. Amen. Föður
að ganga á sólardögum og svo leitum við ásjár þegar sorgin knýr dyra. Við biðjum, heyr bænir okkar, við biðjum blessun til handa Finnboga Stefánssyni. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Viltu styrkja þau sem hér kveðja ástum, gæta þeirra og veita leiðsögn á komandi tímum, uns við sögnum stödd frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. En syngur vornóttin vögguljóð sín, veröldin ilmar glitrar og skín. Kvöldsett löngu í kyrrum skó, öldurnar sungu sig sjálfar í dá. Síðustu ávarnir ströndinni frá, hverfa í rökkurró. Manstu það ást mín hve andvakan var, yndisleg forðum hamingjan bar. Ljóð okkar vorlangt á vængjum sér, brosmilt og þakkandi lágnættið leið. Ljósið sem dagsins á tindunum beið, fann því fangi mér. Vaki ég enn meðan vornóttin skín, veit mig þó bundin annarri sýn. Stundir sem hníga í hausins slóð, láta við eyru mér andvökuljótt. Öðrum en þér flytur vorið í nótt. Ilmsinn og ástarljóð. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Kristur kenndi og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen.
þið öll sem gott eigi með, vinsamlegast rísum á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upplýsa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Íbúar og starfsfólk lögmannshlíðar senda innilegar samúðarkveðjur hingað að athöfninni með þökk fyrir góð kynni. Og sömuleiðis senda
eru hér innilegar samúðarkveðjur frá Billa og Gunnu á Grímsstöðum. Þá vilja afkomendur þakka vinum og vandamönnum fyrir hlýju og velvild, Margréti Hildi fyrir einstakt viðtal og öllum sem komu að umönnum á síðustu árum Finnboga. Þá sömuleiðis minni ég á að öllum viðstöddum boðið að þiggja veitingar í Skjólbrekku að athöfn lokinni. En nú fylgjum við honum síðasta stöðu. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guði séu þakkir færir okkur sigurinn fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Amen. Og þið hér. getum við krakkar þegar við leggjum stöðum. Allt. Saman, það sýnum. Takk.
Lárus.